Helga Erlingsdóttir starfandi framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar. Vertu velkomin. Takk. Helga, já, það hefur verið og heimsóknarbann og þá á öldrunarheimilunum. Hvernig taka íbúarnir þessu svona almennt? Það er búið að vera heimsóknarbann frá 9. mars, þannig að þeir taka þessu ótrúlega vel. Þeir taka þessu svona með stóískri ró. Þeir einstaklingar sem hafa skilning á þessu, en þeir eiga erfitt þeir sem hafa lítinn skilning, þeir sem eru greindir með heilabilun, og það er náttúrulega bara áskorun að aðstoða þá og vera með þeim. En já, íbúarnir þeir hafa nú svona lifað tímana tvenna, getum við sagt. Þeir kannski kvarta öðruvísi heldur en unga fólkið. Já, þeir gera það, en samt þeir eru búin að lifa lengi. Og eins og ég segi, þeir taka þessum ákveðni ró og rósemd, þeir hafa að lifa svona kannski tíma áður og tala ekki elsta fólki okkar. Það hefur ekki alltaf verið lífið, það hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Ég hef það bærilega, segir fólk kannski. Já, það hefur það bærilega og er bara sátt við það sem er. En hvaða reglur gilda þá innan dyra? Eru það þessar almennu reglur sem að sóttvarnalæknir hefur sett og almannavarnir? Þær reglur gilda innan dyra, það er heimsóknarbann og hvert heimili, bæði starfsfólk og íbúar, að þeir eru sem minnst á ferli innan hús. Þannig að það er verið lokað hvert heimili fyrir sig og þannig að allir starfsmenn borða bara á sínu heimili, það sem þeir vinna, og það er engin samgangur, engin fótsnyrting, engin handsnyrting eða fótsnyrting, engin hárgreiðsla, engin sjúkraþjálfun nema í neyð. Þannig að það er reynt að hafa eins lítinn umgang og mögulegt er. En hvað þá með félagsstarfið? Félagsstarfið, þeir sem eru í því á félagsstarfi, það er ekkert miðlægt félagsstarf, og þeir sem starfa í félagsstarfinu, þeir eru inn á hverja einingu og sinna þeim störfum þar. En stóra verkefni hjá ykkur sjálfsagt, þið þurftu að grípa til þess ráðs að loka nokkrum rýmum? Já, við lokuðum 6 rýmum í tímabundin dvöl, að því við ákvaðum að nýta það pláss sem þar er til sóttvarnadeild. Þannig að þeir sem að veikjast og greinast með COVID-veiruna á öldrunarheimilum Akureyrar, þeir verða þar í sinni legu. Þetta allt saman, þetta komi tiltölulega snöggt upp á. Hvernig voru ykkar viðbragðs áætlanir sem þetta var búið að uppfæra þær allt saman? Við vorum náttúrulega með virkar viðbragðsáætlanir fyrir inflúensu, við erum með virkar áætlanir bara frá því að fuglaflensan var, sem að hafa verið uppfærðar reglulega. Einnig erum við með í gæðahandbók ýmsa ferla sem við getum nýtt okkur í samband við sóttvarnir. Þannig að við gátum alveg nýtt allt saman til undirbúnings. En ég ímynda mér að það komu upp alveg daglega nýjar áskoranir og úrlausnar efni. Já, það er svo sannarlega. Það er á hverjum degi þá tökum við stöðuna og sjáum hverju þurfum að breyta, hverju þurfum að breyðast við núna í dag, og svo þurfum við líka að hugsa til framtíðar. Við þurfum líka að horfa á þegar þetta er yfirstaðið. Hvernig ætlum við þá að fara að? En þetta reynir ekki bara á íbúana, starfsfólkið líka. Eru einhverjir starfsmenn til dæmis í sóttkví? Ég veit ekki til þess að það hefur allavega ekki verið stórt vandamál hjá okkur að starfsmenn hafa verið í sóttkví, en vissulega reynir þetta reynir gífurlega á bara starfsmennina, og þeir hafa staðið sig alveg ótrúlega vel og eru bara vinnað með alúð og umhyggju og ótrúlega lausnarmiðaðir, vegna þess að það er erfitt að vera bara inn í svona, þeir lokuð rými í raun og veru og þú ferð ekkert út eða heimilinu og þú þarft að sinna einstaklingum á annan hátt. Þannig að það leggjast allir á eitt. Það leggjast allir á eitt og það bara þakka kærlega fyrir, kæra starfsfólk. En hvað með rafræn samskipti? Eru aðstandendur í rafrænum samskiptum við sitt nánasta fólk? Þeir geta verið í rafrænum samskiptum, og sem betur fer bara takk fyrir snjallsímana og iPadana. Þannig að fólk getur verið í rafrænum samskiptum, en það hins vegar getur verið vandamál, sérstaklega fólk er mikið lasið og fólk vil sitja hjá sínum einstaklingum, og sérstaklega fólk er bara deyjandi. Þannig að þá þarf bara að leita lausna, og við erum með ákveðna verkferla í kringum það. En er það þannig kannski að margir eru bara fljótir að tileinka sér þessa tækni sem er í boði? Já, allavega með aðstoð. Mjög margir geta með aðstoð tileinka sér þessa tækni, og þeim finnst það náttúrulega bara yndislegt að sjá fólki sitt.
það gefur líka bara hlýju í hjartað. Hversu margir eru íbúarnir? Við erum með 182 pláss. Og það svona, eins og segir, það leggjast allir á eitt að mæta öllum þeim áskorunum sem að verða í vegi ykkar á hverjum degi. Já, það bara nýjar áskorunir á hverjum einasta degi og við erum öll að pröfa að ganga þessa skó til. Og það enginn sem hefur gengið þessa leið áður. Þannig að það leggjast allir á eitt og eru mjög lausnarmiðaðir, samviskusamir og margir af okkar starfsfólki hafa umbreytt bara sínu lífi eiginlega. Það fer í vinnuna og fer svo heim, aðrir fara í búðina fyrir þá og sinna því sem þarf utan heimilis, þannig að það ótrúlega flott starfsfólk sem virkilega passar upp á það að það sem við erum að gera núna, að við smitum ekki okkar íbúi, að berum ekki smiti. Og við hérna á N4 segjum bara gangi ykkur vel. Helga Ellingsdóttir, þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir.